Komið sæl og verið velkomin í Suðurnesja Magasín. Í þáttum sumarsins ætlum við að vera með brot af því besta sem við höfum verið að gera í Suðurnesja Magasíni síðustu mánuði. Njótið vel. Ásdís, það eru misjöfn verkefni sem að mannfólki tekur sig fyrir hendur svona og þú fórst í eitthvað mynda átak. Viltu segja okkur aðeins frá þessu? Já, ég ákvað núna áramótin að setja þessum áskorun á sjálfa mig að teikna 100 myndir á dag og ein mynd á dag og ég er teiknari en það hefur setið svolítið á hakann hjá mér. Ég hef verið í mörgu öðru, ég er í smíðakennslu, ég er í búningasaum og þannig að teikningin hún hefur setið svolítið á hakann. Þannig að þetta var svona aðalega bara fyrir mig að taka upp blýantinn, teikniblokkina, hafa í sófanum og setjast niður og teikna. Þannig að þú ert vanalega með hamarinn og sauginn á lofti sem smíðakennari í Myllubakkaskóla í Keflavík? Já, það passar. En myndakennari? Já, ég er myndmyndakennari að mennta en starfaði í smíðakennsluna. Þannig að mér fannst þetta einhvern veginn svona, ég vildi gera meira af þessu og ákvað bara að setja þessa áskorun á sjálf á mig. Fólk setur alls konar áskoranir á nýja ári. En Og þú ert að sýna myndirnar á samfélagsmiðlinum Instagram, eða ekki? Já. Og þegar við erum að hitta hérna, þá ertu búið með 35 myndir. Já. Hvað var þetta svona bara 65 eftir? Já, var þetta nýjárs átak eitthvað, bara, þú byrjar hérna á 13. Já, ég byrja á 13. Já, ég bara var búin að hugsa þetta, svo ég sagði, já, ég ætla bara að gera þetta. Ég sagði við dóttur mína, ekki bara hafa þetta í janúar. Nei, það er nú kannski bara svolítið stutt að hafa þetta bara. En ég er á mynd 35 og 65 eftir, en það kom eiginlega svona í framhaldinu að setja þetta á Instagram að það var aðalega fyrir mig að birta þær fyrir mig svo ég gerði þetta. Smá pressa. Já, það er smá pressa og þannig að ég gæti ekki verið að safna upp nokkrum myndum. Nú, ég er búinn að skoða þessar myndir hérna, þetta er svakalega skemmtilegt og ég ætla nú bara að byrja á myndinni þegar við erum hérna hjá þér, þú veist, 8. febrúar þegar við erum að hitta, þá var það í gær. Og það er mánudagsmorgunum að frekar kósí þar til þú mættir óþolandi gæjanum á kaffistofunni og hann ertu búinn að skrá þig í lífslaupið? Já. Þannig að, hvernig færðu hugmyndirnar? Sko, já, þetta er svona, líka, mér finnst svolítið gott að reyna að sjá svona húmorinn í hversdagsleikanum á síðustu og vestu. Ég hef alltaf verið svona, mér finnst gaman að teikna manneskjur, svipbrigði. Og myndunum er eitthvað að gerast og þetta er mómenti þegar nú snýst allt lífslaupið í vinnunni og allir og það er alltaf bara ertu búin að skrá inn í lífslaupið og þú veist í hvaða sæti eru við og allt þetta. Þannig að þetta er skemmtilegi gaurinn á kaffistofunni sem ýta eftir fólki að skrá inn. Já, akkurat. En allt auðvitað í kaltæðinni líka. Já, akkurat. Og Siggi Hlöf fær hérna eina mynd, skemmtileg, stelpunar í pottinum. Já. Þetta er svona, mómenti þegar þetta í Sigga Hlöf-gírinn. Þarna er ein að hringja inn og tvær í stuði og ein heldur fyrir andlitið, það er ein svona kjánarhóllinn. Og ég er búinn að sjá hana Vilfríði hérna á nokkrum myndum hjá þér. Hver er hún? Já, Vilfríður er hún er svona karakter sem bara kom til mín, svona lítil, hún á að vera 7 ára, svona frekjuróa, sko. Og hún er komið 2 myndir og á örugglega eftir að koma aftur. Og hún er svona, ég veit ekki hvernig hún þróast. Kannski endar hún bara í barnabóku eða eitthvað, en hún og einni myndinni á er hún er að æfa sig að ranghvolfa augunum. Já, hún vill fá frí í skólanum og er að vona að það festist svona eins og í áramótasköpinu. Á öðrum stað er hún að kvarta við því að mamma hennar baki ekki súrdeigsbrauð eins og. Það er Vilfríður ekki góðu skapi í dag, allir í skólanum eiga mömmur sem bakar súrdeigsbrauð. Allir í skólanum eru með nýbakaða súrdeigsbollur í nesti og hana langar í svoleiðis. Já, hana langar í súrdeigsmömmu. Það er allir í COVID-inu að baka súrdeigsbrauð og þetta er náttúrulega smá COVID náttúrulega, ekkert smá, það er hellings-COVID í myndunum hjá þér og Já, það verður svolítið að speglast hvað er að gerast hverjum degi. Já, og hér er náttúrulega með eitt moment, það er náttúrulega þorrablótslúkkið á Zoom-tímum, það voru það náttúrulega bara hægt að sýna fyrir ofan mitti. Já, bara hægt að sitja við skjáinn með Keflavíkurbindið og verið í stuði og inn í skónum.
Hvað gerðu þessi 2000 þorrablóðsgestir sem voru í fyrra núna til dæmis? Það var eitthvað Zoom. Já. Eitthvað minni hátta. Já. En náttúrulega talandi COVID, þá náttúrulega veist, var ég einmitt að segja, jú, það örugglega grímumyndir, jú, þú ert með, ég er búinn að sjá eitthvað grímudæmi. Það hérna ertu að fara út í tískuna, ertu að grínast, stoppbót gríma við köflótta skyrtu, þú fer ekki út svona. Þannig konan að skamma manninn, þetta gengur ekki, passar ekki saman, sko. Nei. Þannig að það auðvitað grímutíska í gangi. Já, og hérna fyrirlestur, Zoom fyrirlestur þarmaflóruna, það margir búin að hugsa sig alveg að rista hausinn yfir öllum þessum fjarfundum. Það allt á Zoom og þarna þessi, ég virkilega að horfa á fyrirlestur þarmaflóruna. Og svo einhver sem gleymir að taka hljóðið af og... Já. Þú veist, veðrið náttúrulega eitthvað smávís. Veðrið, já. Og þegar það svona vont kannski öðru stöðu, þá maður ekkert að kvarta yfir rokinu hérna. Nei. Finnst þér rokið það? Nei, það Já, og Sólrún Diego auðvitað kemur hún á mynd hjá þér. Já, þetta þessi með Mórar, hún ekki búin með vikuþrifin, sko. Já. Og Sólrún hana. Já. Hvernig koma hugmyndirnar, veist, þetta... Sko... Ertu ekkert í pressustundum? Ertu aldrei í vandræðum að klára mynd? Já, alltaf svona eitthvað, ég skrif punkta niður hjá mér, alltaf með risblokkinu að skrifa niður og stundum í notes í símanum eða ég sé svona fyndin moment og auðvitað það líka, ég ætlaði að gera annars til dæmis í dag en hérna núna snýst allt í dag þegar við erum að taka viðtal við Pfizer, ríkisstjórnin og allt þetta og allir að hvíslast á, sko. Já. Bara pist, hefur heyrt þetta og gríman að falla, hún með hana hér, sko. Og hún að segja henni frá bóluefninu, sko. Er þetta myndin á morgun, eða? Þetta myndin í dag. Já, í dag, já. Og ég ætla að hafa hana að því að þessi fundur sem allir býr eftir sem verður kannski ekki dúr, þess vegna langar með að hafa hana í dag, en þetta endurspegli svolítið hvað að gerast, eins og hér. Þetta þegar að Biden tekur við 20. janúar. Já, þetta forseta skiptin í Bandaríkjunum. Já, þannig að... Og vinsalasta lag síðustu vikuna, Rólegur kúreki. Já. Sjálfsögðu, ertu með eina myndu það? Já, þetta svona bara, maður elskar þetta lag en samt hattar það eiginlega því að það alltaf verið að spila, maður með það á heilanum allan daginn. Áttu aldrei á lager svona, þú veist, þetta... Áttu aldrei tvær þannig að þú getur rólega á morgun eða? Jú, ég kannski búin að vinna mig ef ég veit að ég kannski mikið að gera hjá mig næstu 2 daga eða eitthvað þá ég kannski búin að setja grunn að því hvað ég vil hafa morgun og hinn til þess að það fari ekki að safnast upp eitthvað. Hér Gísli Marteinn, hann fær eina mynd, getur þú sagt? Já. Þegar þú skvísar upp á föstudagskvöldi fyrir Gísla Marteinn, Já. Einmitt. Akkurat. Skemmtilegt. Gera sér glaðan dag, þá gerir maður það bara föstudagskvöldi heima. Já, gaman að hvernig hún svona nærða að setja húmorinn í þetta og... Hérna kom maðurinn heim á bólusetningu, fjölskyldan. Maðurinn alltaf lögga, þannig hann hefur fengið bólusetningu snemma. Já, hann fékk bólusetningu snemma og allir agalega ánægðir að taka mót honum heima. Já. Snýst allt bólusetningar í dag. Já. En... og þetta byrjaði sem sagt á 13. Jólin búin. Og þú ert með spritt í staupinu. Í staupinu, já. Það er vel við hæfi. Hún er með grímu og spritt í staupi. Já. En gæti maður ekki panta mynd hjá þér? Ég hef nú fengið smá fyrirspurnir á Instagram, sko. Hvað ætlarðu svo að gera? Ætlarðu ekki að gefa þetta út eða... Ég veit ekkert hvað verður úr þessu. Þetta bara... Ég hef nýlega búin að setja þetta inn í möppu. Þetta var allt eitthvað bara í einhverju kaosi hjá mér. Þannig að ég sagði, nei, ég verður nú eitthvað... En þú myndar það og setur þetta í tölvuna eða í síman eða... Já, þetta er bara óskup einfalt. Ég binda þetta bara og set textan inn núna í myndvinnsluforriti. Þannig að áður en ég setja á Instagram. Þannig að ég á líka myndirnar ekki með text á. Til þess að vinna kannski eitthvað frekar að ég vil seinna. Við bara
þetta bara svona áhugaverkefni sem ég veit ekki hvað. Ertu að fá skemmtilega svona viðbrögð frá vinnufélagunum og bara náttúrulega þínum fylgjendum á Instagram? Já, ég svo sem, Þeim fjölga núna vonað líklega eftir þetta viðtal. Já, það spurning hvort þú ekki bara opna aðganginn. Nei, jú, í vinnunni talið bara, þú ert alveg ferlegt, maður býður bara spenntu við síman eftir mynd dagsins. Einhver regla hvenær hún kemur? Nei, það engin regla á því, þannig að fólk verður bara að kíkja á síman. Nei, tjók. Þetta ekki eins og fréttatíminn klukkan 19 og þá væri komið mynd? Nei, það eiginlega ómikið pressa á mig, sko. Þetta eru svo misjafnir. En yfirleitt reyni ég nú að hafa, það svona síðasta kvöldmat, sko. Já. Það er margt gott í Grindavík, meðal annars þetta bakari, Hérastöpur, og að vera hérna í 25 ár. Og það er Siggi sem er Hérastöpurinn, aðal bakarinn, en svo er það dóttir hans, hún Hrafnhildur, líka svaka flinkur bakari. Þetta er sannkallað fjölskyldu fyrirtæki sem er búið að vera rekið hérna og við ætlum að kíkja inn. Jæja Hrafnhildur, lá það alltaf fyrir hjá þér sem ungri stelpu að verða bakari og vinna með pabba þínum? Það gerðist bara svona eiginlega í grunnskóla. Ég var alltaf að koma og hjálpa honum að skrifa kökurnar og svona þá kom áhuginn smátt og smátt. Svo var ég afgreiðarendar í búðinni, byrjaði á því. Sem ennþá yngri kannski? Já, bara í 8., 9. og 10. bekk. Já. Og þá kom alveg áhuginn, skilurðu. En maður var svona mikið í kringum þetta. Og hvað lá áhuginn hjá þér í einhverju sérstöku svona? Var eitthvað sem heillaði þig meira, sætabrauð eða brauðgerði eða veist hvað kallar þetta? Sko fyrst var eiginlega bara kökur, ég sá bara kökur sko. Já. En svo í dag er þetta búið að þróa svolítið og ég er komin inn í súrdegið aðeins. Það er svolítið spennandi finnst mér núna. Það er svolítið vinsælt núna þetta súrdeg? Já, algjörlega. Hvað út af hverju? Ég veit það ekki, þú veist, en Það er gott? Já, það er mjög gott. Og svo eru svolítið, þú veist, maður heyrt mikið af fólki sem er svona geróþol. Þá fer þetta betur í magan á mörgum, sko. Og þannig að þú ákvaðst í grunnskóla bara að fara og læra bakarann? Já. Og hvernig gerður það? Í hvað skóla fórstu? Ég sótti bara í menntaskólanum í Kópavogi og þar er svona bakaradeild og þetta er 4 ára nám. Og þú ert að vera með vinnustað líka sem þú vinnur með. Þannig að þú ert að fara á samning á pabba þínum? Já, það er mitt. Og hvað er það langt? Og er það hluti að það er inn í þessum 4 árum? Þetta var 126 vikur sem átt að vinna, svoleiðis. Og þú geta að díla við kallinn? Já, alveg. Hann vilja fá það samning? Já. Hver vill ekki hafa börni sín í fyrirtækinu? Já, það er... Er það ekki gaman? Jú, það er mjög gaman, sko. Já. En svo fórstu eitthvað að læra meira, var það ekki? Jú, svo fer ég eftir bakarnámið til Kaupmannahafnar og læri kökugerð sem var 1,5 ár, já. Þannig að þú ert búin að vera að bæta við þig þekkingu í faginu? Já, svo var ég núna að klára síðasta ár súkkulaðimeistarann í Óðense í Danmörku. Já, Grindvíkingar eru í góðum málum, heyri ég. Já, það má segja það. Já. En þetta er samt bara rosa gaman og það er líka bara svo gaman það sem hefur verið að gera til þessu í okkur núna er að tekið svo vera að móta okkur með því sem við erum að gera. Alveg sama hvað þú gerir, þú veist út að koma með eitthvað nýtt. Núna til dæmis á þriðjudögum er hún farin að gera súrdeigs nanbrauð. Það er bara, eins og eitthvað að því er ekki búið til, þetta klárast þetta. Og svo er náttúrulega nýjasta trendi núna finnst mér vera þetta pinnamatur, þú veist, við erum að gera svona pítur, svona pítsur, pínulitla kleinurhingi. Þetta er bara, við höfum ekkert undan. Varstu búin að sýna þeim töfluna? Nei. Ertu hér í bakaríinu meira í kökum heldur en í brauðum og slíku? Er pabbinn að láta þig vera meira í því? Já, ég svona sé yfirleitt kökurnar hérna, en svo hef ég alveg verið að fikta með náttúrulega brauði líka, þú veist. Ég hoppa bara í öll verk svo sem. Já, súrdegi heillar? Já. Heillar súrdegi þig?
Það rosalega gott og eins og við höfum verið sagt líka, þetta miklu þetta hollara heldur en gerbrauð. En svo alltaf spurning hvað maður fikta langt með þetta. Meiri vinna við þetta eða? Nei, það bara lengri tími. Vinnslutíminn alltaf öðruvísi og miklu lengri. Við erum farin að búið til súrdegssnúða, súrdegsbrauð, súrdegsrúnstykki, súrdegsnanbrauð. Nú pælingi hvort við að fara út í súrdegspítubrauð. Því við gerum örugglega einn bestu pítubrauð á landinu, þau fara allavega víða völl. En við verðum að passa okkur líka, við höfum ekki ofgera allt. Við höfum alveg helling að gera og eins og ég sagði, nýjasta trendið náttúrulega vegan og það það sem kom að skala því sá markaður alveg ótrúlegur og það ekkert allir að þjónusta. Hvernig, ég sé ekki alveg fyrir mér kleinurhringi vegan. Já, og það samt svo mikill misskilningur með vegan sko. Þetta ekki hollt, þetta bara að þú nýtir enga vörur úr dýraríkinu. Þannig að, þú veist, þá tökum við bara mjólkina og eggin úr, oft á tíðum og smjörið. Og maður þarf samt ofta að leika sér svolítið með uppskriftirnar eins og við erum með þessa brownies hérna. Ég veist sko 5 eða 6 tilraunir til að finna réttu leiðina út. Það bæði egg og smjör, svona stór innihaldsefni í þessu venjulega brownie. Ekki í vegan alltaf? Nei. Þannig að það ertu svolítið að fikta og þróa það svolítið mikið áfram. Hvernig gekk það? Mjög vel. Það eru bara allir mjög ánægðir með það, sko. Allavega selst alltaf upp. Hvað finnst þér þetta vegan, gamall hundur í fæinu? Sko, þetta forvitnilegt, en eins og ég sagði nú einhvers staðar að ég ætti ekkert að sleppa að borða naut og bernes, sko. Nei. Ekki að ræða það. En aftur að kleinurhringjunum, eru þeir til sem sagt vegan líka? Já, við erum með þá hérna, bara eins og hérna, karmelu kleinurhringur vegan, það náttúrulega ekki egg og ekki mjólk og ekki neitt í þessu. Svo erum við hérna venjulegan, þú veist. Já. Og hvor vinsælli í bakaríinu? Þessi að ná í þennan, sko. Einmitt. Og einmitt, það eitthvað lemska að því þetta heitir vegan, að þá á þetta að vera eitthvað öðruvísi, eitthvað verra eða eitthvað, því að megnið af vörunum sem við framleiðum eru vegana því við erum ekki með mjólk, þú ert ekki með egg. Í brauðum, já. Í brauðum og svoleiðis. Þannig að þetta hefur slegið í gegn. Og svo erum við að pröfa að búa til vegan vínabrauð. Það mjög, og það svolítið erfitt að gera það, en hún búin að finna sér leið til þess að gera það. Og þau eru náttúrulega aðeins öðruvísi heldur en þessi venjulegu, en með góðum kaffibólla þá þetta alveg geggja, sko. Sérbaka vínabrauð. En hvað með gömlu vörurnar sem við þessir eldri þekkjum úr bakaríum, svona snúðarnir, gömlu góðu og vínabrauðin og annað. Hvað þetta, ég spyr, það vinsælt í dag ennþá? Já, það selst allavega. Við höfum ekki merkt einhverja minnkun í því. Við höfum náttúrulega við segjum stundum að bakarí séu lítið af því við þurfum meira pláss til að koma öllum þeim vörum sem við framleiðum hverjum einasta degi. En það hefur ekkert, við róterum svolítið mikið í því til þess að hafa nóg pláss og nóg vöruúlfar, sumir sem koma inn að þeir fá valkvíða og það reyndar ágætt. En hafið þið verið í einhverjum svona séróskum, þannig að eru Grindvíkingar duglegir að panta hjá þér tertur og svona ef að þú ert svolítið flottar í því? Já, það er rosalega mikið að gera í kökum núna. Og hvað, eitthvað sem að vinsælla þar en annað? Með súkkulaði eða eitthvað öðru, eða eitthvað lína þar vinsæll en önnur? Sko, mér finnst núna svolítið mikið súkkulaði kökur vera komnar inn og þar held ég þristakakan vinsælust eða saltkarmelu. En svo svona það er alltaf sama grúpan sem vill fá marsipankökuna sína með jarðarberafyllingunni. Þannig að Grindvíkingar hafa verið mjög opnir í raunina fyrir þessum nýjungum sem þið hafi verið að bjóða hérna upp á? Já, við getum ekki kvartað yfir því. Það er alveg, og það er bara eins og ég segi út allt. Nýjasta trendi finnst okkur til dæmis í þessu massipandóti, það er jarðarber, kókosbolla og vanilurjómi sem er alltaf ótrúlega kombo, en við gerum eina brúðkaupstertu svoleiðis hérna í Grindavík og það hefur bara ekkert stoppað að spyrja þetta kombo.
En svo reynum við náttúrulega bara að gera það sem ef fólk kemur með óskir þá bara gerum við það bara þannig. Það á líka að vera þannig. Við erum til þess að þjónusta fólk og höfum alltaf verið að biðja fólk að panta hluti af því að það ekki alltaf allt til á morgun. Hringdu þá frekar í bakaríið og segir ég ætla að fá svona á morgun og þá gerum við það á morgun. En það hefur verið að því að við vorum að ræða vegan, nú alltaf verið að tala að minnka sykurneyslu. Hvar kemur sykurinn inn í þetta allt saman? Hann alls staðar? Já, við höfum ekkert fundið fyrir því eitthvað að fólk sé að minnka sykur, sko. Ég get ekki sagt það. Þannig að það sykur í vegan? Já, algjörlega. Ég minna, það allt gott í hói, sko. Það mátt alveg leyfa þér. Ég segi það. Hvað uppáhaldið þitt? Sko, vegan kleinurhringurinn núna. Það bara, hann geggjaður, sko. Og súrdegsbrauð? Já. Súrdegsnaanbrauði, mér finnst það rosalega gott. Það byrjaði bara heima að ég að elda kvöldmat, sko. Og hendi súrdegsnaanbrauð og svo fór ég með til mömmu og tengdi mömmu og þau smökku og það var bara, þetta var geggjað, þannig prófum og kúnarnir alveg sammála því. Þið bakið ekki gammaldags fransbrauð? Jú. Þið gerir það líka? Já, það ennþá gamlar hefðir líka? Já, og við erum náttúrulega með besta normalbrauði sem við farið þótt við að vera leitað. Það svolítið gammaldags? Það með harðri skorpu og mjúkt inn í, það ótrúlega flott. En nú ertu búin að, þið og þú sem stofnandi í 25 ár, þetta sem sagt búin að vera mikla breytingar á þessum tíma? Já, við erum búin að, ég og pabbi minn stofnum þetta 95 og við erum búin að fara í gegnum nokkra skafla. Það var stór skafla í hruninu en ég held að við séum að við erum komin langt út úr því núna og nú gengur bara vel og við þurfum ekki að kvarta. Hvernig stendur því að þú varst að segja að það væri búið að vera brjálæði að gera hjá okkur og ekki síst eftir að COVID byrjaði? Við hefum átt að leyfa okkur að koma en þetta var að byrja en þetta í dag núna erum við náttúrulega með mega bara vera 4 í bakarínu þegar röðinni langt út á götu. Fólk virði það, eina sem maður var svona óhress með útlendingunum var ekki alveg að virða þetta fyrst en ég hef ekki skýringuna, ég veit meina það að fólk var heima og náttúrulega þurfti að borða og þá náttúrulega kom það í bakarí. Við náttúrulega erum að opnum klukkan 7 á morgnana og það opna ekki allir staðir í Grindavík fyrir 8 til 10 og það er ekki margir staðir. Þannig að eru þið að fá aukin viðskipti bara meðal annars þegar það eru fleiri bæjarbúar heima á sig núna heldur en... Það getur nefnilega alveg vel verið, skilur, og þeir séu heima við en svo erum við bara að fá alveg eins og núna helgar að því maður þykist þekki alla. Ég þekki minni hlutan sem kemur á laugardögum og sunnudögum. Og það var allir að forvitna sem það sem við höfum í boði fyrir veganista sérstaklega. Hún nú svo dugleg á Instagram að hún kemur alltaf með sem sagt vegan matseðil í bakaríinu helgina. Það var bara allt það sem í boði fyrir veganista. Já, Instagram orðið rosalega stór partur af sem sagt bara hvað að gera þarna. Það spila mjög stórt hlutverk. Þá bara fylgjastu með hvað við setjum inn. Og ég meint einn sem ég hitti bara í Sundi daginn, hún sagðist ætla að fara að eyða mér og þetta væri hræðilegt, hún kem alltaf oft hérna. En miðaldra fólkið og eldra, það eitthvað Instagram? Jú, það allir komin á þetta núna. Já, hann komin á þetta. Þú dullar að setja inn myndir eða? Nei, kann ekki svona að gera það, en ég bara varð að fara hann til að fylgjast með. Og eins og þú talar gammaldags, við erum ennþá að búa til jólakökur og formkökur og svo og þær fljúga út leið og virða til. En hver að kaupa þær? Við merkjum það svona eins og við myndum segja við. Eldra fólk kemur og það einn eldri maður til dæmis úr Voganum, hann pantar alltaf og þá gerum við alltaf kökur fyrir hann. En þetta fer bara, við búum þetta til og jólakaka, möndlukaka, sandkaka, þetta bara hverfur. Það alveg ótrúlegt. Og maður bara þakklátur fyrir það. Eins og ég búinn að segja líka, við værum náttúrulega ekki ef engi væri að versla við mig, það varum löngu hætt. Við framleiðum enn þann dag í dag sjálf okkar hamborgarabrauð, okkar pulsubrauð. En þú ert ekkert að selja í verslunum, þetta allt bara hér? Allt hér, nýjasta trendi okkar við vorum að gera smá samning við veganbúinn í Reykjavík, sendum þar vörur inn 3 í viku. Og það virðist vera mjög mikið að gera hjá þeim líka. Er það hérastuppur vegan vörur? Já.
Hvernig kom nafnið til? Sko, það náttúrulega bara var beint. Ég náttúrulega var sjálfur svona vitleysingur í æsku að þykist vera leikari og svona. Og þá var bara dýrin í Hálsaskógi og Hérastubbur. Og merkið sem sagt, systir konuna minnar, hún teiknaði þetta. Það var alltaf í deiglunni að það myndi fella, eða við séum logoið, hann heldur á sem sagt spjaldið, hann átti að fella spjaldið, sem það andlitið kom í ljós, en við ákváðum að halda því. Og það er bara flott. Við getum alltaf sýnt ykkur þessa limmiða sem við erum búin að vera að búa til sem sagt fyrir þetta dæmi hérna, vegan. Þú þarf að vera með innihaldslýsingar og öllu til þess að vera með allt á hreinu. Leið og þökkum fyrir áhorfið viljum við minna á að við erum að gefa út Héraðsfréttablaðið Víkurfréttir sem er dreift frítt á netinu og kemur líka í pappír og er dreift frítt öll Suðurnesin. Við erum að skrifa nýjar fréttir á www.vaff.is og sömuleiðis nýjar golffréttir alla daga ársins. Þennan þátt og eldri þætti getið þið séð á Víkurfréttavefnum. Það er ágætt að koma inn úr sumrinu og kíkja á eitthvað skemmtilegt efni frá síðustu vikum. En að lokum viljum við hvetja ykkur til þess að kíkja á Reykjanesi í sumar. Það er margt að sjá. Og hér er margt í gangi. Þökkum fyrir okkur. Verið sæl.